Já, góða kvöldi, kæra áhorfendur. Velkomin til Frakklands, hérna á ný. Það er önnur deildin sem tekur við. Við vorum með opnum deildina áðan og það var stuð og stefning. Klukknum var gefni framöndan, fullt af hestaflum, hraði bílar, mikið downforce. Og með mér er hann Ingi. Góða kvöldi, Ingi. Góða kvöldi. Hvernig hefur það? Ég hef bara fínt maður. Já, Ég er búinn að vera að renna hérna yfir bíla hjá keppendum já, og ég get ekki betur séð en að allir fyrir utan einn sem er Addi er að keyra á Porsche. já, Addi er svo eini sem er á, ég held þetta sé hérna, í Toyotanum saðan. það sé Porsche. Jú, Toyota TS050. Akkurat. Það er rétt hjá þér, allir á Porsche. Þetta var eitthvað. Já. Ég vissar að raða á krytti, svo maður glemir því nú ekki. Ef að Addi vinnur þessa keppni þá eiga allir eftir að skipta bíl fyrir keppnina á morgun og mætti allir á þau Nákvæmlega. Við erum með Hannes í fyrsta sæti, hann er efstur í deildinni. Og svo erum við með Hugo í öðru sæti. Valli Matti í þriðja. Gretar G. Hagalín í fjórða. Jón Anton í fimmta. Addi í sjötta á Toyotunni sinni. Sjötta Pálmar henni í sjöunda. Jón Valdimars í áttunda. Danni í níundi. Jónas tíundi. Eiríkur Ingi 11. Og Siggi Gunnar er ekki mættur og þá er Bergur, já, Bergur er 12. en Siggi Gunnar er 13. Þá erum við Hannes, Hugo, Valli Matt, Gretar, Jón Anton, Addi, Pálmar henni og Jón Valdimars. Danni, Jónas, Eiríkur, Bergur. Þess. Við erum nú ekkert heyrt hvort að, jú, Jónas, nei, var ekki Jónas, eða var það Siggi Gunnar sem var að tala um að vera veikur. Nú bara kem ég að fjöllum. Já, þessi, já. Ég er hins vegar að njóta þess að horfa á lífverið hjá honum Hannes. Það er á svörtum kalda keppnisbíl og málningin á honum er svona svart mött en límmiðanir allir og sponsanir er allir svartir en með glansáferð. Svo serðu svona smá rautt í honum líka, þannig að það er ekki mjög áberandi límmiðanir en ef maður grann skoðar þá serðu það alveg. Og þetta er alveg ferlega cool yfir í. Það er spurning hvort að sjáist eitthvað þegar það byrjar að dimma. En já, þetta er badass. Það er bara þannig. Haldur betur. Herra, þá ætla ég að henda hérna, ég ætla að sjá hvað klukkan er. Þá hendum við 21:32, ekki en 3 mínútur. Þegar ég var eitthvað efins með hérna hvort að ég ætti að resetta lobbyinu áðan fyrir tímatökuna, fyrir keppnin áðan, þá skellti ég bara í vote á annað deildarspjallið og það eru flestir búin að kjósa það að resetta lobbyinu fyrir keppni. Þannig að það resetta þau lobbyinu fyrir keppni. Yes. Það er nú svona, þarf eiginlega, ég hef svo sem þetta ekki skoðað, hvort það sé eitthvað reglugerð það. Að það er náttúrulega að resetta lobbyunum fyrir, eftir tímatöku. En hún náttúrulega er ekki tímataka, þannig að þetta er svona mitt á milli þannig á gráa svæði, þannig að ég leyfi bara keppandunum að ráða. Já, en þetta helst pínu í hönd við þá pælingu að þú vitir ekki þegar keppnin byrjar
hvaða ástand er að fara að gerast því að alveg eins og með tímatöku og æfingar ef við startum bara keppninni það var endurtekning á veðrinu sem þeir byrjuði að æfa sig á. Akkurat. Þannig að pointið með resetinu er að renna blind í keppni eftir æfingar og þá getur alltaf eitthvað komið óvart sem er partur af gamaninu. Akkurat. Heldur betur. Þannig að já, mér líst vel á það að resetta þetta í tætlur og starta þessu keppni. Já, og svo náttúrulega eins og hérna nýja stjórnar er að leggja þessar nýju stjórnarkosningar og þessi nýja keppnisnefnd og þessar nefndir og allt þetta, það var að setja svona ákvarðanir meira í hendur á samfélaginu. Já. Leyfa bara mönnum að kjósa og velja það sem að þeir vilja, þá var það bara svolítið meiri hlutir aður. Þannig að við bara reynum að ýta okkur í það átt. Þá ætla ég bara að rísa lobbyinu. Og það er rigning, aftur. Praise Jeebus. Nú er einhverjir sem hafi viljað kjósa að rísa ekki lobbyinu. Já, ég meina, þetta er bara you win some, you lose some. Já, en ég held að það sé það drætti að ég held að hefði náttúrulega átt að rísa lobbyinu fyrir keppnin áðan. Ég held það svona. Þannig að en svona af því ég er ekki alveg viss, þá bara leyfum við þeim að ráða. Og sko að ég er að skoða hérna niður síðustu 60 mínútur, þetta er búið að vera bara svona on og off rigning. Þetta er ekkert eitthvað bara eitthvað sem er að koma og fara, þetta er búið að vera mikið on og off og hérna það er spurning hvort að við séum í miðjunni eða við séum hvern endan, upphaf eða enda, hver veit. Já. En já, þetta er áhugavert. Já. Nú er að gera að skella regndekkjum á og sko þetta er dempa. Já, sko, við erum að tala um það, komið upp fyrir strik nr. 2 í hérna bleitumælinum okkar í dökkbláa rangeið og það þýðir bara full wets basically. Ef að þú veist að það er að fara að þorna og þetta er að fara að minnka þá geti verið sniðugt að vera á inters og þú eru ekki að fara aftur inn ef að þorna hratt en eins og staðan er núna þá ertu hraðari á vettstekkjum heldur en inters helst bara það er klárt mál. Sér það ef þú verður að spyrja hvort að ég ekki að rísa þetta tvisvar. Við erum búin að vera að biðja með þetta hérna einhverja einustu útsendingu allt árið bara hvenær fáum við regnkeppni og loksins var svara regnguðinur okkur. Yep. Þetta verður áhugavert því að mig grunar að við séum komnir yfir það mesta af því að það var mjög virkur hjá mér regnmælinn áðan þegar hann var að fara þarna 60 mínútur aftur en svo var aðeins að minnka hann í lokin ég veit ekki hvort ég er að skilja hann að mæli rétt eða ekki en það er samt bullandi rigning as we speak og við höfum ekki hugmyndum hversu lengi við þurfum að díla þetta ástand. Er búið að taka út good luck eða hvað okkur finnir? Já, hann er það. Þú og good luck, drengur. Það setur þetta á í hverri keppni og maður veit aldrei hvað þetta er. Þú verður að taka skjámynd af þessu og vera með svona límda við hliðin á skjánum hjá þér. Séð hvað þetta er. En ef þið skoðið dekkin hjá þeim sem eru í pit núna þá eru flestir á intermedium. Við byrjum þetta bara á. Og það er nefnilega sko, það er hellingsmunur ef það byrjar að þorna smá þá viltu vera á inters. Já, þetta var á mörkunum alveg, en mér sýnist líka bara núna strax á veðrinu að það sé aðeins að minnka rigningin sko. Ef þetta er að skána þá innur longrunni betra að vera inters en ég er nokkuð viss um það að eins og staðar er akkurat núna fyrir starfið keppnina þá ertu tölvöð hraðari á full wets. Já. En svo ef það byrjar á þarna, þá koma intermediate dekkin inn. Það getur bara verið annað ástand á næsta hring, sko. Já. En þetta komið í gang, let's go racing. Jep. Hey! Hvað? Hvað er að gerast? Það er eitthvað skrítið með þetta
Þetta er heldur restart. Það er eitthvað skrítið í gangi með lobby. Hannes var bara Já, langt á undan öllum. Mér sýndist þetta nefnilega hafa verið glitch, sko. já, klárlega. Og Jón valdi maður sér líka stoppinn á braut. Þetta er... Mér sýndist líka bara Hannes vera bara langt á undan öllum öðrum. Já, ég held að þetta er restart, sko. Já. Mér sýndist náttúrulega að Hannes var bara kominn í bara fyrstu hana beygjuna áður en að þegar hinni voru bara ennþá hana á rásmarkinu, sko. Jón og Valdimar setur bara á... Já, þetta var mjög sérstakt. Já. Það rignt inn að rafmagnið og komið glitch. Jæja, það var bara allir enter. Eins og staðan þá er mjög rigning. Já. En það er samt eitt í þessu núna, sérðu, það er strax orðið dimmt. Resettast það ekki leið og setja keppni í gang? Nei, ég held að það gerir alveg ekki, sko. Við verðum eiginlega að restart aftur, það var ekki að byrja í... Segja við því. Já, þetta er svona bæði og, sko. Það er náttúrulega, keppnin á náttúrulega ekki að byrja í dimmu, sko. Já, þú ert með stjórnvölinn. Er þetta ekki bara reist í leið út ástæðum og... Jú, það var bara að hendur þessi ganga þurr. Þú ræður þessu, ég hérna. Sko, nei, en samt svona til þess að hafa þetta rétt, þá verður vel að restart aftur. Finnst Já. mér, þannig að til þess að hafa sko tíman réttan. Þú bara algjörlega ræður þessu. Ég afsala mér allir í ábyrgð. Ég tek allan skellið fyrir þetta. Ef að keppendur verða ósáttir eða áhörundur vinsanlegast sendið e-mail á johanneseyers@norain.com. Já, ég gruna að hann ekki ánægður. Það er eflaust einhverjir á þarna á brautinni sem eru hins vegar samt ánægðir. You're playing God, man. En bara þú veist, já, mér finnst það réttara að tíminn sé allavega réttur, sko, óháð því hvernig veðrið poppar upp þegar að það er bara happa glappa, en tíminn við getum stjórn á honum. Er allir búin að skrá sig inn? Ertu nokkur að bíða þér? Ekki bara... Það held ég ekki. Ég er að spá hvort að röðin sé ekki örugglega rétt hjá mér. Ég held að ég ætti nú að kíkja á það svona til að vera viss eftir ístartið. Ég held að þetta haldist nú inni, en svona til þess að vera öruggur. Það var engin fúllið við að lenda neðar eða ofar en það sem hann á að vera. Það voru með
Nú erum við með Hannes, Hugo, Valli, Matt og Gretar. Hannes, Hugo, Valli, Matt, Gretar. Skal fara inn í þetta hérna til að sjá þetta fyrir víst. Jón Anton, Addi, Pálmar Henry og Jón Valdimars. Pálmar Henry og Jón Valdimars. Danni, Jónas, Eiríkur, Bergur. Eiríkur og Bergur. Sör, þá þetta bara allt eins og á að vera. So, clean race. Good luck. Þú hefur fundið good luck? Já. Hann ferskur í minninu núna, sko. Jæja, þá komum að því. Yes, taka 2. Og þetta skipti sólskin, þurr braut og allt að gerast. Hannes á pól, Hugo annar, Valli Matt 3., Gretar G 4., Jónatan 5. og Addi sem sá eini sem keyrir ekki forsæðiskeppni í 7. Já, nú fer þetta eðlilega á stað. Já, ekkert skrans undir fyrstu beygju. Danni strax komin í skotti af Jóni Valdimars hérna. Jónas snýr. Valli Matti í öðru sæti, hann í skottinu á Hugo að pressa. Pálmar Henry að pressa Adda. Það alveg frá öðru sæti og alveg niður í 8. sæti eða frekar stutt á milli manna. Já. Ég hugsa að við fáum aðeins meiri baráttu núna heldur en í opndeildinni áðan. Já, Jón Anton að skoða Gretara. hana. Þetta hörku barða hana. Það pressa frá Jón Antoni, á sama tíma Gretar að reyna að pressa Valla. Já. Hann kom svolítið æstur inn í beygjuna, þannig að hann tapaði tíma út úr henni. Já. Og hann var einmitt alveg í skottinu á Valla Matt inn í beygjuna, en svo missir hann að leiðin út. Þannig að það getur borgað sig að vera skynsamur og eiga betra exit. Gretar verið inn í línuna. Já, heldur þessu, hann sem komið er. Koma saman hann út. Já, hann alveg fyrir á honum. Komið fram úr, já. Og Pálmar Henry alveg í skottinu. Við upp að setja hliðar. En þetta auðvitað tilbaka. Nei, Gretar vissi bílinn. Það er að berga þessu, tapa sér vel tíma. gert. Vel bjargað samt. Já, þetta slapp. Já, þetta var alveg svona, hann var að lofa mörkunum og missa hann það. Þetta getur hann gert eitthvað að Gretar hérna. Það er bara mjög þéttur hóphóli nema maður bara fer frá fyrsta alveg niður listana og bara mjög stutt á milli allstæðar. Já. Valli Matt að pressa Hugo. Það er orðið 3 bíla barátta þarna í 3. sætið. Valli að pressa og Jón Anton fyrir aftan hann. Fækan þetta er. Já, like father, like son. Hann hefur nú gefið stráknum ekkert eftir hérna í síðustu keppnum. Það er bara olbáinn út og... Já, gamli taktar og mikil reynsla. Já. Valli svolítið víður þarna, var þetta rassing á hann? Það er spurning, sýnist hann vera að sleppa. Já. Fer svolítið fremst hann aðeins og senda hann að fyrir svolítið vitt. Spurning hvort það sé refsing eða... Já. Já, það er hálfsekunda.
Það fær líka smá tíma á þessu, þannig að hann þarf meira að horfa í baksýn í speilin. Það er Danni á innanverðina á Jón Valdimars og klárar þetta fyrir beina. Vel gert. Hannes alveg bara á fleygiferð hérna fremstur. Já, hann startaði keppnina á hard, Hugo er líka á hard, Valli Matt er á hard, Jónatan á hard, Pálmar Henry er á medium, hann er fyrsti gaurinn á medium í 15. sæti. Já. Gretar G er á hard, Addi hard, Danni hard, Jón Valdimars hard, Eiríkur, Bogi, Bergur segi ég og Jónas. Það er allir á hard nema Pálmar Henry. Nei, og svo er þeir hérna þrír, Eiríkur Ingi, Bergur og Jónas, allir með refsingu. Valli Matt heldur áfram að pressa á hann Hugo. Jónatan kom í 2 sekundur. Það er gott verið Valli Matt, vont verið Jón Valdimars. Nei, Jónatan. Já, 2 sekundur er rosalega erfitt. Þú nánast stoppar og þarf að vinna því algjörlega frá kjörru á stað aftur. Þannig að 2 sekundur verða auðvitað 3 ár. Já. Það var Gretar með refsingu líka. Og Pálmar Henry var að fá refsingu. Það er heldur betur verið að safna refsingum á keppendum akkurat núna. Já, það er verið að nýta alla brautina. Algjörlega. En hérna, það er ekki eins og að það hafi ekki verið búið að vara keppendur við brautaverðum í Frakklandi. Pálmar Henry snýr bílum. Það hafa allir alltaf vitað að það er auðvelt að sækja sektir í Frakklandi. Já. Það er svolítið svoleiðis. Já. Þess vegna er svolítið mikilvægt að vera með vissa staði svolítið á hreinu. Já, hvar brautatakmörkin eru og vera svolítið safe innan á þeim. Þú veist, og vera bara ekki út fyrir þeim. Já, nú fara menn að taka út hérna refsingarnar sínar. Það verður gaman að sjá hvernig þetta stokkast upp. Heldur betur. Jónatan var komin upp í 2,5 er í sér sko, bara bæta við. Já. Já, Servík hann er að missa alveg hægri vinstri menn fram á sér. Já. Gretar grætir svolítið á þessu, hann er komin upp í 5. Dottir í 7. sæti Jónatan. Já, hann er bara fram úr. Já, með mestu refsingur var hann Jónatan og hérna Gretar var með sekundu þannig að hann náði samt fram úr honum. Valli fer hérna mjög vítt út úr porspegjurum. Komið fram úr Hugo, hvað gerist þar? Já, það er spurning. En það fór mjög vítt en fekk enga sekt, þannig að hann bara tapar svo miklu tíma á því. Hann fór það rosalega vítt að... Það náði ekki í ríflegi. Já, það er svolítið, fer eftir í svolítið hver ásækningurinn á bensíngjöfin er þegar maður fer út af, hvort maður fær sekt eða ekki. Já. Við erum að fylgjast hérna með 4. til 7. sæti og kannski lætum við vita eitthvað gerist þarna á Valla og Hugo. Gretar svolítið víður hana, dansar aðeins og missir Danna fram úr sér. Og er búinn að ná sér í hálfa sekundu. Þetta græðir að þessu, komin sekundu fyrir fram að Danna. Þá er Jónatan komin í barðanum líka. Það er ennþá í tæpinni sekundu, ekkert að gerast ennþá. En sko...
hittast nokkuð jafnt bilið og myndi Valla og Hugo. Já. Þeir eru ennþá hérna þetta er svona dansar hérna við sekunduna fyrir framan og aftan Danna hérna á 4. og 7. sæti. Og Jónatan þar stuttu eftir Grétari líka. Það samt að þéttast hópurinn að Frens sko, því að Addi er að nálgast Hugo. Já. Og síðan er mjög stutt í Danna fyrir aftan Adda, þannig að frá öðru sæti og niður í 5. sæti virðist hópurinn vera aðeins að þéttast sínum mér. Já. Það er fyrir að segja. Þetta að fá góða baráttur hérna. Þetta er hérna að setja fjólblá hring. Grétar aðeins stafsendið hann út. Særa sko, það er 0,9 frá Valla í Hugo, 1,2 frá Hugo í Adda, 1,6 í Danna, 1,4 í Grétar, 1,1 í Jónatan. Þannig að það fyrir eitthvað stutt á milli manna. Já. Fyrir þetta Hannes sem leiðir sem með 7 sekúndum. Þá er þetta allt opið þannig fyrir aftan. Já, Hannes náttúrulega líka svo sem reynslu bolti á þessari braut á þessum bílum. Þetta er ekki fyrsta skeyti sem hann keppir á þessari braut á þessum bílum. Spurning að Hugo var að bygga upp sekt eða hvað. Það er hann sannlega sloppið, hann fór mjög mikið út fyrir en hann reyna að lyfta bensinskjöfinni. Víður út í möluna. Missir Adda og Danna fram úr sér. Það þurfti ekki mikið, þegar hópurinn er svona þéttur, þá bara hrynur maður niður listanum ef maður gerir smá mistök. Þetta er alveg mjög þétt hérna 3., 4. og 5. sætið. Já. Og er einhvern 7. líka sko. Danni í slipnum frá honum Adda. Nálgast hann. Samt ekki alveg nægilega til að sækja á honum. Minkar alveg rúman 10. hluta. Bara á beina kaflanum bilið. Grétar að sækja hérna Jónatan. Það er hann að fara að taka allir inn í næstu beygju. Þeir eru báðir með hálfa sekundu, þannig að þeir hægja jafn mikið á sér. Danni er bara svona rétt fyrir utan að fá lengt sem að þarf til að nýta sér slippið. Já. Og það slippið eitthvað að breytast þessu uppfærslu. Já, það er svolítið. En það var. Já, það er það. Sérstaklega á grúp 3 bílunum allan og okkur fannst það allan að Jas Marina og það var bara eiginlega ekkert að sækja á mennina sem voru fyrir framann, ekki nema þú varst komin bara alveg upp við hann. Já, og svona fór maður aðeins meira að finna líka, sko, þú veist, það er ekki fyrir hún komin sko í 0,4, 0,3 fyrir aftan bílinn sem það virkilega byrjar að telja sko. Já. Mjög lengi að vinna upp frá sko 0,7. Nei, og spinni á Grétari. Æj. Byrjar ekki vel hjá mínum að því.
En það er bara hausinn niður og áfram gakk. Þetta er ekki búið. Já, það þýðir ekkert annað. Nei, 13 hringir eftir. Þá getur Jónatan landað aðeins léttar. Þá er helst að baráttan bara hérna milli Adda og Danna. Og svolítið við. En slapp. Þeir eru náttúrulega að berjast hérna sem sagt annað og þriðja sæti, Valli, Matt, Hugo og Gretar. Já. Þannig að þetta lítur vel út fyrir Hugo og Valla Matt, en ekki fyrir Gretar. Nei, ekki eins og staðan liggur núna. Nei. En það eru 13 hringir eftir en þá. Addi er búinn að nálgast Valla svolítið. Já. Það er bara sekúnda sko tæp í Valla og sekúnda í Danna fyrir aftan, þannig að þetta var mjög... Þetta er alltaf þéttast á toppnum. Þannig að 0-8 sikkur megin við síðan Addi. Og fer svolítið djúpt inn í fyrstu beygju, fyrir beygjuna, kemur þá hægt út næstu. Þá ætti Danni að sækja svolítið á hann. Já. Það er samt eins og Toyotan hafi pínulítið, ekki mikið, smá hraða á Porschinu. Já, Addi er náttúrulega Toyota í Porsa við þarna. Það er að nýjast á greinu. 3-4 kilometra á klukkstundi eða eitthvað, kannski, þú veist, í max hraða, en ef að hérna eins og við sáum á, Danni var nálgast hann, svo stoppaði það og jókst pínlítið aftur og Danni bara ekki nógu nálega til að nýta sér draftið. Já. En já, þeir eru samt mjög sambærilegir að mörguleyti þessi bílar. Já. Sjáum það líka að Addi er að kann greinilega á batterið í bílnum. Já. Sáum það í ónumdeildinni áðan og það var ekkert alveg sjálfgefið, menn voru misjafnir á batteríinu. Sumir voru bara búnir með það og aðrir áttu nóg eftir. Það er hérna barátt 8. sætið. Jón Valdimanns er að reyna framaræstur á Jónasi. Munaráttunum. Nú er þetta orðin bara hálf sekúnda sikur með við hann. Hugo fór nátt í vittana. Herriða, býtum við, hvað er að gerast þarna? Hvað? Hugo og Jón Anton voru að dansa hérna í beyjunum. Eitthvað replay vert. Nei, Addi kom með sekundu. Já, gæti verið það sko. Addi náði sér í sekundu hérna. Út úr pásbeyjunum. Nei, og slætar aðeins. Og hægur þá út. Og að missa Danna fram á sér, sannlega. Já, hann dansaði aðeins hann út úr beginni Danni líka, en... Jón Anton var að fá 1,5. Þannig að sko, hann er komin upp í 4 sekundur allavega sem hann er búinn að fá í penalties. Þannig að hann er að... Hann er að safna. Tíma, já, heldur betur. Þetta telur.
Hann heldur áfram að pressa Hugo en Jónatan er komið hérna mjög nálægt honum í drafti. Spurning hvað þar inn í framaræstur. Hann er bara, hann er að gefa honum bönt átt bara. Bara áfram með því Hugo. Gott eða með penalty. Og ætla samt að, nei. Ég ætla að segja. Það getur borgað sér líka til þess að reyna að slíta sig frá mönnunum fyrir aftan. Sérstaklega ef þetta er eitthvað sem er á svipuðu peysu og þú og þá getur það alveg borgað sig, sko. Nú, kíkjum þá á hérna. Já, Hugo fyrir vítt inn í póstbeginu. Og í vegginn. Og Jónatan í vegginn líka. Og Hugo fær skemmt en ekki Jónatan. Uss. Þannig að þetta replay var totally worth it. Já. Þetta er göður. Jónatan að reyna framaræstur á Hugo núna. Komið með inn í línuna og komið fram úr. Pálmar Henry bara rétt fyrir aftan og hann reynir. Fer innan á Hugo líka. Smá nutt að nú til beginni, ekkert alvarlegt. En Pálmar Henry er komin upp á hliðina á honum og bara fram úr, basically. Þannig að Hugo bara missa 2 sæti núna í 2 begjum. En hann á nú eftir að ná Jónatan aftur þegar Jónatan er það bil að fara að taka út 1,5 sekúndu í sekt. Við missum þá bæði Pálmar og Hugo fram með sér við það. Já, þá fær Hugo 7. sætið sitt aftur, sem hefði verið 5. sætið. Hvernig er staðan á okkar að hérna? Hann náttúrulega er nýbúinn að taka út ræsinguna, þannig að hann kom inn í smá einskilsmannsland hérna. Danni er að koma hérna á vala matt núna. Já, ég ætlaði einmitt að fara að veita því aðtegli. Já, nú er orðið dimmt. Já. Valli að fá sekt. Já. Hálfa. Nú er í rauninni nóg fyrir Danna að hanga bara í honum. Hálfa sekundan telur svo sem mikið, en ef þú ert til dæmis svona langt frá honum, þá er það nóg. Já. Það mátti ekki vera mikið aftar. Mjög hraðar heldur að Valli matta hann út. Já, Danni er alveg með bullandi pressa á hann. Hann er óþolinmóður, hann nennir ekki að bíða. Nei. Undir hálfri sekundu, þannig að draftið þetta telja núna. Valli er nú samt bara að fjarlægast hann. Hann var alltaf til að byrja með það. Það er samt á sama bíl. Já, hann hefur náð betra exiti. Pálmar Henry var á mediumdekkjunum. Já. Það er líka þetta toppurinn. Jónatan er að ná Hugo aftur og Pálmar Henry rétt þar fyrir framann, þannig að þetta er 3 bíla barátta 5. til 7. sæti. Yep. En Danni og Valli eru náttúrulega nær hvorum öðrum. Já, þannig að við höldum okkur þeirri bara dögu, kannski átt eftir okkur stöðuna þarna fyrir neðan. Já, Pálmar var að gera mistök.
og Hugo Hugo komið fram úr. Nei, hörru, hvað... Veitu, hvað gerist ég að vala mat hana? Hleypti hann þarna bara? Já, það gæti verið, sko. Hann er að fara að taka út sekt. Hann kannski finnst óþægt að vera að verjast eitthvað þegar að missa fram úr sér. Pæling. En já, það er alveg hörku barátta hérna 5. sætið. Hugo er að pressa Pálmar og Jón Anton er gott við á Hugo, þannig að við erum að tala 3 bíla baráttu hérna. Já, þetta var samt sérstætt. Ég hef nú aldrei hleypt honum fyrir bara á hérna Rassíkasvæðinu. Nei, en hver sig? Var þetta ekki bara þegar hann tók úr þess að halva sekúndu í sekt, eða? Nei. Þetta var á langa beinagaflónu backstættinu. Já. Og nú er nefnilega Addi bara 1,5 sekundu fyrir aðtóðan. Þannig að þetta er tæpa 3 sekundur fyrir framan hann, sko. Og það blikkuði ljósinni á honum allt saman, þannig að ég er að spá hvort að reyna að stýra. Það var kannski bara eitthvað að vera að klikka hjá honum eða Það er spurning, sko. búnaðurinn eitthvað. Pálmar henni fyrir pit. Já. En þá heldur bara þann áfram bara hjá Jón Anton og Hugo stýr bílnum. Nei. Skellum að sér í bleiðina. Og Gretar Hagalín gerir það líka. Nei. Jú, bara rétt fyrir aftan hann. Ó. Þú getur náðum báðum að floppa á milli þeirra. Aðeins svo mikið skorið beigjan og farið upp á pulsuna, afturöndin út. Þessi pulsa þarna á innanverðinu er stórhættuleg. Uss. Þetta var ekki góð beygja fyrir bísegmenn. Nei. Hann er sko með 16 sekundur í forskot, hann er greinilega í sérflakki hérna. Þetta betur. Valli er með Danni með 2,5 á Valla. Valli með rétt rúma 1 á Adda. Gretar hérna, helsta baráttan er hérna Gretar og Jón Valdemars og svo Addi á Valla Matt hérna þriðja sætið. Það eru cirka 1,3 ár á báðum stöðum. Finna hverjum öðrum, Valli sér í Danna og finnur fyrir Adda fyrir aftan sig, en það er samt svona þægilegt bíl, þeir eru ekki í færi til að stræka eða dýfa sér. Það er mjög meðvitaður hvað er að gerast fyrir framan allt sig. Valli er aðeins að sækja á Danna núna. Komin undir 2 sekundunar. Tæp sekunda í Adda. Aðeins að nálgast Valla. Gretar komið fram úr Jón Valdemars sé hann á stíðatöflunni. Hún upp í 7. Nei, Valli matt út. Hann hlýtur að vera í einhverjum vandræðum með að stýra í þessu. Já, þetta var svolítið sérstætt. Já. Sjáum þetta aftur hérna, sjáum stýrisindbútið í honum. Hann er að bremsa, hann er að beygja og hann bara... Já, þetta var mjög spes. Það var ekki mikil ferð, sko. Hann hafði alveg leikandi að taka þessa beygju. Já. Bilaði bílinn, farið stýrisindið eða eitthvað.
Það er spurning. Addi kemur í pitt. Hann ætlar Jónatan að eltir hann. fara aftur á hörð. Þú, ég var allan að þess að kera 9 hringi á medium. Já, medium, já. Ef hann er að setja á medium núna, sem ég þykja ólíklegt, Já, en ef, þá held ég eftir að koma baki á hann. já. Sáum það í opnumdeildinni áðan, það var ekki alveg að virka fyrir flesta. Það var alltaf svo mikið bíl á milli manna, en við sáum það eins og hjá, hver var það ekki Sæmi? Nei, Gunnar. Sást bara hvernig medium dekkin lit út á 8. hringa á hann. Já. Hringur viðbót. Nei, það er ekki... Það er mikið. Já, En eins og segi, hann er væntanlega að fara að taka bara hard aftur. já. Það er mjög valid stratt sem hann gerir. Spurning hvað Hannes ætlar að gera. Hann giska að hann færi inn á þessu hring. Það er komið 19 sekúndur í forystu. Danni er bara í góðum málum, hann er með 9 sekúndur á Valla Matt og Valli er núna með rúma 9 sekúndur á Hugo. Það heldur betur að teyjast á hópnum. Heppa Frjári, Gretar, 1,5 Jón Valdimars. Já, svo hætti 9 í Boga og ennþá meira Jadda sem var að fara í pitt. En það var líka gaman að sjá hvernig hvort það virki sem undercut fyrir Jadda á móti Já, geti verið. heldur betur. Hugsa að undirkotti sé alveg startið hérna, sko. Það er nær clean hring þar að segja. Pálmar Henry á 9 medium fyrir aftan Adda. Áhugavert, Pálmar Henry, hann er greinilega á two-stopper því að hann fer aftur á medium. Já, það er rétt hjá þér. Hann ætlar greinilega að taka medium og enda á hörðundekkjum. Já, hann þarf að vera, smá bump að það. Hann þarf að vera duglegur að vinna upp tíman þá. Já, ég bara sé ekki að það geti undir neinum kringumstæðum verið fljótari að taka tvö-stopp heldur en eitt-stopp. Nei. Nú kemur Hannes inn. Could be wrong, en þú veist. En þú getur keyrt harddekkin mjög konsistent. Já, Og þú veist, örlítið hægar vissulega heldur mediumdekkin, en þú veist, langur hringur. 40 eitthvað sekúndur, Já. þá þarf að vera miklu hraðari, alla hringi. Já. Og mér sýnist Strollan bara vera að koma inn. Já, já. Já. Svo er nú náttúrulega klassik í þessari braut að menn verði að við sjáum eitthvað bensínlausan bíl á braut. Það hefur nú Já, já. gerst oftar en einu sinni. Hannes fyrir á medium. Pálmar henni heldur náttúrulega áfram. Addi heldur áfram, hann er náttúrulega búinn að pitta. Jónas heldur áfram, hann hefur pittað ekstum hann aðan. Danni fyrir á medium líka. Danni kemur út á undan Pálmar henni allavega. En Pálmar henni er nú ekki langt á eftir honum. Nei, en Addi kemur út á undan Vala Matt. Var hann ekki eftir honum á það? Hann er alveg vel á undan honum.
Spurning hvort að hafa tekið minna bensín. En svona þá tók hann undirkvættinn að fara svolítið fyrir inn. En sko, nú Pálmar Henry búinn að vera í pitstop eins og allir í kringum sig og í 3. sæti. Já. Sjáum hvað hann enda þegar hann búinn að taka senja pitstopið sitt. Já, allan með hvað hann núna þá hann að fara að enda hérna bara. Já, hann sé ekki sig öðru hvoru með við Grettar. Já, jafnvel sennilega fyrir aftan hann. Þetta nefnilega jafnvel þóttu sér með klukkutíma þá eru sko að vinna upp 40 sekundur. Það er svolítið mikið. Já, og sennilega með hvað pitstoppið hérna sko. Já. Minnir að einhvern tímann hafi einhverju að tala Kemur Jónas rætt á eftir Adda hérna. Ólega hraðar en áðan. Hún komið fram úr, getur Addi svarað þessu en Jónas með refsingu. Já. Jónas á fast að lapp líka. Nú á fjólubláan sektor. Einhver barátta þarna aftar sýnist mér, Hugo og Jónatan. Já, það sannlega sú barátta sem hvað heitust í augnablikinu. Og frekar stykki í Valla mattan á undan. Svo sekúnda á milli Gretars og Jón Valdimars. Þessi staðar átt annað svona og Addi fór á hörðudekkin. Það var að spyrja henni í tjattinu þannig. Já, hann fór á hörðu aftur. Já. Jónas hérna að nálgast Adda. Nei, Addi kominn aftur fram úr Jónasi. Já, þetta ekki nema hálf sekúnda milli Jónas og Adda, þannig að it's a battle. Mjög nálægt honum núna. Porsche versus Toyota. Það búið að vera svolítið þemað í kvöld. Já, það virðist vera. Jú. Það stutt á milli manna frá Valla niður í Jónatan en enginn í actual baráttu, það bara stutt á milli, þannig að Jónas og Addi klárlega það sem við ættum að vera að fylgjast með akkurat núna. Mikil pressa á Adda. Það er að klára þetta fyrir beina, já. Getur Addi svarað honum með það út úr? Nei. Jónas greinilega með þessa beigur alveg á hreinu. Tók á honum hálfa sekúndu bara út úr beiginu. Hugo er líka búinn að ná Valla, kom í 0,5. Það er bara næsta barátta fyrir neðan Adda og Jónas.
sko alveg í bullandi drafti eins og staðar núna en það er ekki nema 2 tíunduhlutar á milli þeirra. Hann hlýtur að fara að vipa sér upp að hliðina á honum. Já. Þetta hafðist. Svolítið laus út af beini en allt í lagi. En nú bara Valli komin í þeimum meira draft þannig að það bara áttan hendur áfram. Alveg eins og viljum hafa þetta. Nákvæmlega, Battle Royale. Og Valli komið fram úr, en Hugo með innri línuna. Fara saman! Too wide. Vá. Já, Valli Kurtis, hann gaf þetta eftir. Þið var svo saman, en þetta var svona alveg legit, sko. Þeir voru að fara too wide hann inn í þessa beygju og... Þetta er ekki beygja sem ég vil fara hliðina fyrir mig gegnum. Þessi beygja er mjög riski, sko. Hún er það. Hún er það, sko. Kemur á mýjandi kesslu inn í hana og bara leið og ert í miðri beygju þarft að byrja að bremsa eiginlega. Já. Það er... Manna eins og í fyrra á Hyundai'num, þá var þessi beygja rosalega sketchy á Hyundai'num. Og svo laus undir bremsi. Svo þarf líka að passa sig ef maður sker hana of mikið, af því að það er nóg pláss í grassið frá puntalínunni, en ef þú ferði yfir fyrsta puntalínu hana, þá færðu 1,5 sekúndu sekt. Já, líka ef þú ferði of utalega inn í hana. Já, þannig að sko, já, maður þarf að passa sig hvernig maður kemur inn í hana, maður þarf að passa á brautamarkum utan og innan á og líka að bremsa og ná næstu beygju. Já. Það var margir farið vítt í sandinn þar. Þetta var þess. Hvað gerast hérna á óvar? Nei, bara... Þetta er bara Valli, Matt og Hugo hérna, jú, Gretar og Jónatan að berjast hérna líka. Já, Gretar, Jónatan, Valli og Hugo, þetta er svona það sem er mikið bíla á litlu svæði. Þetta eru feðgarnir versus Bísík. Já, þetta er gaman það maður fylgst með 4 bílum á skjánum, þeir eru svona álokkur öruvallir. Já. Þannig að þetta er... Nei, Gretar með ræsingu. Já, það er svo auðvelt. Það er svo auðvelt að pikka upp ræsingu hana. Og Jón Valdimars líka, með sagt, fyrir aftan Gretar. Stutt í Hugo, Valli, Matt. Það er ekkert að láta hann sleppa. Úi, hvað gerist þarna? Nú veit ég ekki. Uss. Kíkjum á það. Gretar og Jónatan. Já. Þeir fara hérna hlið við hlið. Og Gretar næði fram úr honum, Jónatan ætlar undir. Og sá nú ekki hvort það var snerting, en þetta var svona... Já. Uss. Það var ekki að dæmi þetta, ég sá ekki hvort það var snerting eða hvað. Kannski ekki. Jónas er búinn að pikka upp sekt, hálfa sekundu. Já, þetta er 5 sekúndur fyrir aftan hann, það er... Það sýnist Valli Hugo vera nánasta baráttan í öllumleikinu. Já. Hann ætlaði ekkert að láta Hugo sleppa frá sér hann Valli. Svo Gretar hann í bakgrunnu dansa. Já, akkurat. Þetta er undir sekúndu.
það er líka stutt í Adda. Pálmar Henry er komið með Adda sem sagt í skotti, það er stutt í Adda frá Pálmar Henry, vildi sagt það var. Já, og Jónas rétt þar á eftir. Þetta hefur ekki byrjað bara á það hérna í 3. seti. Það er kannski verðt að kíkka á það. Og Hugo er að nálgast á hérna líka. Þannig að þetta er þetta bara í runu hérna bara baráttu heldur betur. Þetta er bara 7. upp í 3. seti. Já, slagurinn sem við vorum að horfa á er búin að ná slagnum sem við erum að horfa á. Já. Þetta verði eitt stórt partí. Jep. 3. til 7. sætið. Það er spurning hvað Jónas, hann sleppur kannski eins og staðan er með að missa Hugo fram á sér. En hann er ekki ennþá kominn að staðnum sem hann tekur út refsinguna og það er stutt í valla, en ég held að þurfi að vera aðeins nær honum hann valli til að ná honum. Það verður tæpt. Ég hugsa sko að Jónas þarf sekúndu í næsta mann til að sleppa við að missa fram á sér. Sennilega missir hann Adda fram á sér. Nei, Hugo fyrir ekki. Hann er bara að reyna að taka fram úr Adda núna. Já. Jónas missir hann aðeins hann út úr beginni. Fyrst í þetta. Þá berst hann við Adda. Ó, Jónas Vitt, betur hvað, var einhver í veggnum hana? Já, heyrðu, það er einhver sem fór í veggina. Var þetta ekki? Nei. Valli Matt. Já. Jónas, svona. Vissir ekki valla frá mig sér. Það var saman hérna inn í Póls. Jú. Addi víður. Kemur Valli hana. Jónas fer innan á hann í Pólsveginni. Addi heldur þessu. Smá barátt á milli þeirra hérna. Að fara saman inn í gegnum Pólsveginna maður. Já. Það kallar maður skil. Hann tapaði ekkert svo rosalega miklu á þessu, hann er ennþá bara rétt fyrir aftan Adda. Pálmar kominn í pit. Smá bíl á milli manna hennar núna, þannig að ég ætla að kíkja á Valla Matt. Nú sjáum við tollinn á hérna bensínstoppinu. Hann var í 3. þegar hann fór inn. Þetta var ekki Valli Matt sem fór í vegginn. Nei, þetta var Pálmar Henry sem fór í vegginn. Hvernig er staðan milli þeirra hérna? Nei, það er þá svolítið bíl. Kíkjum á Pálmar Henry og kíkjum á þetta replay. Það sko, hann fer úr 3. niður í 11. sæti og er 1 mínútu 25 sekúndur fyrir aftan
fyrsta sæti þannig að bara nær ekki að bremsa fyrir beiguna á Pálmar henni og fer vítt út úr henni. já, Það er dýrt. Og plús síðan pitstoppið. já, Jónas komið með 0,5 aftur. Já. Það er heldur betur að hanga í hverjum öðrum Jónas og Addi. Já, erum við að fylgjast með þeim hérna út framrúðuna hjá Grétari. Já, sko, Jónas er búinn að bæta í sektina, hún er komin upp í 1 sekúndu núna. Þannig að Ó, Grétari innan á hann! Hú. telja núna, sko, hann missir að báða valdtala með sér. Hann sennilega tekur ekki sektin út fyrir næsta hring. Já, vorum við kannski ekki ásagt á svæðinu? Nei, þetta var ekki sagt á svæði. Nei, ég er að rugla, sorry. Þetta var hairpin beigjan. Akkurat. Grétari er í draftinu á Adda hérna. Þetta betur. Hugo kominn upp í 3. sætið. Það er vel gert með við spinnið og vesinni. Já, sko, Jónas þarf að vinna upp núna 3 sekúndur ef hann þarf að ná Grétari. Já. Það er 2,5 frá Valla í Hugo. 3 niður í hann Adda. Grétar er heitur á hælum hann Sadda. Hvað kemur hann út? Það voru komið með hann bara fyrir næstu beygju. Já, það gett verið. Þetta var ekki nógu gott exit. Nei, en Addi með innlínuna í fyrir beigjuna en Já. Grétar með innlínuna í næstu beygju eftir þar á eftir. Hann tók hann á undanverðu, þetta var geðveikt. Já, vel gert maður. Þetta var virkilega flott. Vel gert. Hann nýtti sér að Addi varði vel og þurfti að fara hægt í beina, þannig að hann bara, ég ætla ekki að hæga mér eins mikið á þú. Ég slingshotaði bara undanverðu og hef þá innri í næstu. Akkurat. Vel gert. Heldur betur. Þetta var mjög flott gert hjá honum. Fámannlega gert. Þetta er búið að vera erfík fæðing hjá honum, en hann er nú komin hérna í 5. sæti. En það var bara spurningin, getur Addi svarað? Gott bíl niður í Jón Anton. Jónas er kominn á soft Já. og er í 11. sæti. Hann hefur gamla á Já, 2 pitstop. Pálmar hann á hörðum. Já, þetta er ekki strattið að taka, það bara sýnir sér bersýnilega að hérna sjá, Jón Valdimar sem er sagt. Og svo erum við með það þarna, Hugo, Valli Matt og Grétar. Já, það er kannski einna næst í að vera bara á akkurat þar, sko. Já, en sem sagt, þessi 3 eru að keppast um annað og 3. sæti stigakefni. Það er bara á brautinu 9. sæti, Bogi og nei,
Þú segir Bogi. Bogi. Það er þessi B. Geirsson. Það er Bergur. Bogi Geirsson. Já. Bergur og Pálmar Hægri vildi ég sagt hafa á Jónas. Þetta eru 3 bílar að berjast. Þetta er 9., 10. og 11. sætið. Hannes kemur inn. Herðu, Ha? what? 26 sekúndur. Hvað er pitturinn langur hérna? Akkur er hann að koma inn? Hann á nóg bensín og dekk. Er hann bara eitthvað... Svo Danni getur mögulega náð honum. En Ég meina sko, hann á nóg dekk og bensín til að klára keppnina. já, hann kannski treystir ekki á þessi dekk. Ná, veit ekki. Missi Danna, hvar kemur Hugo? Já, hann er nú... Hann kemur út í fyrsta, Hannes. Er hann... kemur út í fyrsta á softdekkjum. Já, Allt gert fyrir max einhvern hraðasta hring og gerur þetta aðeins meira spennandi fyrir okkur. já, ná var það. Þetta var nú svo sem ekki spennandi lengi með Danna á þessum dekkjum og Hannes á soft. Já, nú er greina hort á delta og bara, já, ég hef rétt svo tíma til að skella mér á soft. Let's do it. Það mátti ekkert klikka á pitgrúnu. Nei, Engan McLaren pit hérna. en sko þetta er klárlega ekki til votsum þess að 2 stopp séu málið. Því að ef hann var að keppa á móti sjálfur sér og hefði haldið áfram þá hefði hann aldrei náð honum. Já, Það er bara þannig. En já, hann var bara með góða forystu og gætt lið fyrir þetta. Það er ekkert annað. já. Ég sé að Jónas, hann fengi skúpa Jónas fór á soft og bara herru, ég ætla ekki að láta stela hraðasnaring. Það er ekki að fara að gerast á minni vakt. Helst bara barátta hérna milli Bergs og Pálmars 10. sæti. Pálmar henni með sekundu í refsingu og Bergur rúmlega sekundu eftir honum. Þeir eru svo sem bara að byrja hringinn. Pálmar með sekundu, Jónas með hálfa sekundu. En Jónas, hann er búinn að fá svolítið nokkrar hálfar sekundur í kvöld. Já. Já, bara yfir höfuð, yfir mikið af penaltís á þessari braut. Ég man hvernig þetta var hérna fyrir nokkrum árum síðan, sko, þegar að point þar sem þú varst að taka penaltíi út. Þú þurfti bara að hægja á þér. Og hörru, heyrðu hringi að snúast. Og sumar brautir voru þannig að, sko, eins og þessi braut, að get niður sjálfkrafa, þannig að menn gátu verið að safna sektum og þú veist, ég man eftir dæmi þessum bróðum var eitthvað að koma með 17 sekundur eitthvað í refsingu, náði aldrei að láta það fara niður og alltaf að safna. Já, svona eins og í hérna Custom Race, þegar maður tekur á móti tölvunni. Já, akkurat, það var nefnilega, þetta svissaðist, þetta var öfugt. Já, ok. Það náði fyrir. Eiríkur ekki kom með blátt flagg hérna. Já. Það er 1,3 á milli Adda og Gretars. Þannig að það ætla að segja ekkert engin bara á það í gangi. Nei, búið að vera þar svolítið svona lengi. En hann er nú aðeins búinn að saxa Vala Matt hérna. En Valli þarf nú að gera eitthvað mistök ef að Gretar á hann á honum. Já, það er kannski eina að frétta að Bogi er að fara Vá, ég veit ekki af hverju. Nú, Pálmar henni víður. Akkurat þegar hann að fara að taka út refsinguna, þannig að Bergur nær fram á honum. Bergur
Nei, ég vil fyrirgefðu Bergur, auðvitað. Bogi Geirsson. Já, ekki, já. Það er sjónvarpsmaður sem heitir Logi Geirsson. Já, ég veit, þetta er bara eitthvað við þetta, ég bara... Það er ótrúlegt. Bulli sem að getur komið upp um hann stundum. Einhvern tíma sagði ég Brian Adams og ég ætla að segja David Adams. Besti bær. Við erum á síðasta ring. Hannes er með þetta í höndum sér. Danni er solid í öðru sæti. 17 sekundur á Hugo. Það er ekkert að fara að breytast þar. Hugo er ekki öruggur. Hann er 2 sekundur í Valla-Matt. Já. Og 3,5 niður í Grétar. Sko, Hugo er með 107 stig. Valla-Matt er með 106 stig. Og Grétar er með 103 stig. Já. Þannig að þetta er nú ekki... Það er 3 í röð. Já. Einmitt í þessari röð. Hugo situr í öðru sæti í deildinni og Valla-Matt í 3. og Grétar í 4. Já. Það var erfitt að segja þetta og samt að horfa á stigatöfluna hérna með Hugo í 3. og 4. og svo 5. sæti Grétar. Já, akkurat. Þannig að nú er... Með þessum úrslitum er Hugo að tryggja sér annað sæti og Valla-Matt 3. sæti. Valli á fjólubláum. Já, Grétar hefði þurft að klára 2 sætum ofar en... Nú, Valla-Matt! Já, hann hefði þurft að klára 2 sætum fyrir ofan Valla-Matt til þess að fara upp fyrir hann. Jæja, nú fær að sittast í þetta. Hannes nálgast Porsche-beinar, er á síðasta ring. Og spurningi, gæti Hugo tekið hérna McLaren á þetta og bakka Valla-Matt aftur í Grétar og... Þú veit þá svekkjandi að sjá ekki eitthvað svoleiðis drama í keppninu um helgina. Hannes á alveg bullandi fjólubláum hérna. Já. Það er að koma úr Porsche-beigunum. Nú eru bara 2 chicane eftir. Flottur östur hjá honum, alveg í sérflokki hérna í kvöld. Já, komin 11 sekundum á undan Danna. Kemur í markveistur 3.28.9. Já, þakka fyrir. Úf, sér dekkið á Danna. Já, það er ekki mikið eftir hana. Nei. Annað sæti. Vel gert. Hugo innsiglir annað sæti í deildinni með 3. sætinu. Og sæti í fyrstu deild eftir ármót. Vel gert. Heldur betur. Hugo heldur betur búinn að taka framförum. Valla-Matt klára 4. Já, og Grétar hérna að koma. Yes. Nú kemur Addi hérna. Og eina Toyota í 7. sæti. Bensinlaus. No! You called it. Jón Anton kemur í 7. sæti. Eiríkur Ingi, nei, Jón Valdemars. Það er þessu bara. Jónas kemur í markið 9. Og Bergur, endurtek Bergur kemur. Nei, hörðu. Hvað er Pálmar henni að gera, drengur? What the? Það kom þarna bara eins og UFO. Tekur svo spinn hérna yfir línuna, næri ekki yfir línuna. Nú, hörðu, Pálmar henni hefur farið eitthvað víkt þarna í Porsche-beigunum og mist Berg fram úr sér. Já. Hann var að missa ökuréttindin í þessu. Nei. Já, þetta kom ekki að sök, en vá, þetta var eiginlega
þegar að sjá replay á þessu, hvað gerist þeirra hann? Hann kom bara eins og elding. Já, við vorum að horfa á replay á þessu einmitt. Hann höfðu það. Já. Klukkutíma með Le Mans og morgun og miðvikudaginn þá er það fyrsta deild og úrvalsdeild og þá er það 2 tíma keppni maður. Damn. Þá höfðu Hannes í fyrsta sæti með fastest lapp, engin smá fastest lapp, 3.28, 9.11. Danni í öðru sæti, Hugo í þriðja, Valli-Matti í fjórða, Gretari í fimmta, Addi í sjötta, Jónatan í sjöunda, Jón Valdimars í áttunda, Jónas í níunda, Bergur í tíunda, Pálmar Henni í 11. og Eiríkur Ingi í 12. Þetta var spennandi. Fengum góða baráttur hérna flest alla hringina. Þannig að ég hef eiginlega bara yfir einhver kvarta. Ég hefði reynda viljað hafa þessa rigningu sem var hann áðan, en... Já, það er eiginlega eina sem að ég get kvartað yfir Þú vildir að rétt tímasækling og hérna, já. Já, þetta er svona, þú veist, maður verður svolítið vega á meta, sko, þú veist, að þegar við getum stjórnað tímanum, en við getum ekki stjórnað rigningunni, það er svona... Þetta er svona, já. En því fór sem fór, þetta var gaman og hérna síðan er það bara á morgun, þá er það fyrsta deildin. Munið að setja like á og subscribe og kannski að fara yfir sponsona hérna líka. Herjá, endilega. Sjá, með það hérna ekki staðar. Svo mikið að gera í keppni að við fengum ekkert svona brýningrúm eins og áðan. Það er auðvitað getið einhvern veginn, Hermi Kappaksturs Mekka Íslands, það er gullfiskur, harðfiskur, Kraftey, Lavasjó, Verkvarsalan, Kaldi, Classic Detail, Autocenter, Arctic Iceland, Kraftvélar og svo auðvitað Game TV og Sena. Já, þar hafið þið það. Já. En hvernig stuðast í? Að heyra eitthvað í vinningsáða? Það er alveg spurning. Já. Sendi innvætt hérna á Hannes. Þar er hann, þarna. Þá kannski kíkjum við á replay hérna. Við heyrum aðeins í kappanum. Góða kvöldi. Góða kvöldi. Það mikið með neitt sigurinn. Ekki. Hvernig líður þér? Ég er bara sallarónu. Já. Var það á vísi það? Ég hefði verið til í rigningur sem það leit út fyrir að vera, sko. Já. Það var bara heljarinn að glitsa í gangi þetta. Já, akkurat. Hvað gerðist eiginlega? Þú varst bara allir komin langt að undan, svo varstu bara komin til það var ekki á mínum skjá, sko. Ég var bara að horfa beint fram úr bílinn og gat stýrt. Það var eitthvað skröllegt. Það var stórfurðulegt. Og Eiríkur var fremstur, ég veit ekki hvernig það var. Ok. Já, við vorum náttúrulega bara að horfa þaust langt frá, sko. Þá varst þú bara lengst fyrir framann og svo bara allir varstu komin út í vegg og út á hana möluna og... Það var ekki keðast. Ég veit ekki hvort að þetta tengist eitthvað rigningunni. Við vorum í lobby daginn. Þá kom rigning og duttu við 2 út bara með erru. Já, ok. Þegar rigningu kom. Við lentum í því eftir 8. daginn að menn voru að detta út ef þeir voru nýbúin að komast í fyrsta sæti þegar þeir fóru í línuna. Já, ok. Ég veit að það sé eitthvað sem að tengist þessu eitthvað. Já. Hvað með hérna soft stintið í lokin, var þetta bara svona ég hef tíma, why not? Eða... Ég veit að síðasti hringur ná betgjöldökunum er tæpur, sko. Og ég var, og Danni var alveg í pit-vindóinu, sko. Og ég var með þetta, 2 með mér í spjalli þegar ég do it. Já, ég var ok. Heyri bílum að stanna að fara fram í hann, ég sé þannig að fara fram með mér. Þetta er svona, setti smá krydd í lokin. Já. Þetta var nokkuð straight forward hjá þér.
Heldur betur, þetta var ekkert, þetta var alveg afgerandi sigur. Já, þetta er mér líka uppbólsbraut, sko. Þetta kombo, sko. Já, ok. Það hlaut eitthvað að vera. Já. Það er nú ekkert sérstætt sem ég man eftir í keppninni sem að var svona eitthvað til að skoða, en eitthvað sem þú manst eftir, Hannes? Þú náttúrulega varst bara einn allan tíman. Nei, ég sá að Greta hrundi niður listan í fyrsta hring, eða ekki? Var ekki einhverju fleiri sem hrundu niður listan hann? Sko... Það breyttist alltaf svolítið röðin hann. Já, þetta var ekki, ég ætla ekki að segja að þetta hafi verið mjög slæm keppni fyrir Greta. Hann náði að vinna sér vel tilbaka, en þetta var ekki besta keppnin hans. Þarna var eitthvað smá... Það leit svona út fyrir svona miður í reysin að við værum kannski að fara að ná að vinna liðakeppnina en þeir höfðu þetta, strákarnir. Jæja. Já, ég var nú ekkert búinn að fylgjast með því. Hvað var mjótt á munum þar? Munnaði ekki 13 stigum með eitthvað á okkur, held ég. Já, ok. Já, ég get allan að hugga sig yfir því. Já, það er bara vel gert. Það er mitt spinnuði báðir félagarnir sko bara í sömu beygju á sama hring. Bara rétt við konan annar. Bæði Hugo og Gretar. Hvað segðu með þér hérna, Hannes? Nú ert þú á leið í fyrstu deild. Jep. Á að taka stefnu á úrvalsdeild eftir sumarfríð. Það væri ekkert leiðilegt, sko. Þetta er bara gamli is back on the way up. Já, en ekki með sama ákafi æfingum. Nei, maður þarf stundum bara, þú veist, þegar maður er búinn að vera lengi í þessu og búinn að taka svona championship season eins og þú gerðir þessum tíma, það tekur rosalega úr manni og mikið tími og það gerir ég aldrei þetta verður líka að vera gaman, þannig að, þú veist, stundum það maður bara að finna sér sinnræða og keyra bara þar og vera sáttur. Nákvæmlega. En já, þetta er gaman. Á hverju verður núna? Vantar bara svona montagelag undir. Já, kannski að setja hérna. Þetta er hann Jónatan. Já, skilur, maður verður... Ef maður er að ofæfa, sko, mér finnst það ekki gaman, sko. Þá verður maður svona eða þreyttur á þessu, sko. Já, það getur algjörlega að fara þannig. Já. Menn eru að kjósa hérna að driver of the day og mér sýnir Stanni vera... Já, hann stóðst í vinn. Já, 9. upp í annarsæti, það er heldur vel gert. Já, algjörlega. Virkilega flottur ástur í ánum. Já. Og eins og sáu, þá var hann alveg að ná Hannes í lokinn. Já. Maður fór hann ekki smástund í fyrsta, ég held það nefnilega. Hann fór framhjá pittinum meðan ég var inni, sko. Ég heyrði í honum fara framhjá meðan ég var eftir að setja dekkin undir. En svo náttúrulega fer bíllinn svo framælega út úr pittinum, þannig að... Omnipotence #1, hann spyr hérna ætlar Hannes í fyrstu deild, ég held að það sé alveg klart málað ekki? Já, alltaf tíma. Þú sagði það svo sem áðan og þú stefnir úrvalsdeild, þannig að þá þarfst að fara í fyrstu deild. Þetta er bara varúð keppendur. Ég segi þannig, maður get alveg það sami og var hérna áður fyrir, sko. Þegar maður æfði 3-4 tíma á dag, sko, það er ekki þannig lengur. Nei. Þetta verður enga síður áhugavert og búinn að vera skemmtilegt sísón og bara hamingju með árangurinn á þessu tímabili. Það verður þeimur skemmtilegra að sjá því í fyrstu deild næsta ári. Já, meiri barátta. Algjörlega. Það verður gaman að sjá líka, maður veit að það eru hérna mjög hraðir menn hérna í úrvalsdeild, sko. Já, hún er orðin... Það er ekki aftur róðið þá, sko. Mjög setið. Akkurat. Maður er bara góður ef maður er í topp 5 þar, sko. Já, það er bara, þetta er svona topp 7-8. Svona ef ég var ekki búinn að skýta alveg upp á baki á þessu tímabili, þá ætti ég nú að vera þarna í þessum topp 8 slag allavega, sko. Maður er bara búinn að sjá það bara á tímunum sem maður verið að setja í tímatökum. Það er bara það næri ekki sekúndur niður í 10. sæti, sko. Þetta er bara
Þetta var besti hringur sem ég hef gert á brautinni sem ég náði á hann, sko. En þetta var náttúrulega alveg tómur bíll, sko. Það munar kannski svolítið mikið. Glæný og soft. Já. En þessi vindátt sem við byrjum í, eins og sjáu þarna, Já. meðvindur inn í Porsche-spegurnar, það er svo leiðilegt. Já. Það undirstýr alveg inn í allar beygju þar. Já, frekar hafa vitunarmótið þar. Já, þá liggur hann eins og klekk. Já. Já, sko. Þá líka ertu með meðvind í hérna Já, á beinuköflunum. Það er náttúrulega fær maður miklu betri tímalega þegar vindáttin er akkurat hins einn. Já, ef maður fattar að það sé meðvindur, sko. Ef maður fattar það ekki, þá bremsar maður og segir, sko. Já, akkurat. Það er, já, Þannig er Pálmar. Þetta er svolítið, þetta er svona þessi staður. Þetta er, já, akkurat þetta, sko. Gjöfin aðeins og snemma. Akkurat. Já, það var bara ekki að fara að vera gott hjá okkur og svo er bara fyrsta deildin annað kvöld. Já, Hún byrjar klukkan 9. Já. 2 tíma keppni. ekki tíma þólastur. Heldur betur. Alvöru. Heldur betur. Með bílana í dag þá eru allir búin að vera Porsche eða Toyota fyrir utan einn. Hann var enda líka á Toyota en bara annari Toyota. Já, Þannig að þetta verðist vera svolítið þema, Porsche vs Toyota. það voru einhverjir sem við reyndu við Audiinn, sko, en ég held að hann hef ekki verið að ganga, sko. Nei. Traktorinn. Já, Já. hann var með hraða hringi, sko, en ég held að keppnisstæðan ekki góður á hann. Nei, ok. Mikil unar þetta ég eftir að vera svolítið svipað á morgun. Já. Já, veitu, var ekki, jú, Doddi var á Toyota, hann var ná hann, eða ekki? Já. Já, Jú, það var bara einn maður núna á Toyota. Já. já. Það voru líka fleiri á Toyota, það voru allir á Porsche nema Addi, hann var á Toyota. Já, Fyrstu 3 sætin Toyota í ofnundeldinni. nei, Sæmi var á Porsche, Já, ok. Já. Gunnar var á Toyota í 4. Já. Ég prófaði ekki Toyotana það mikið, en... Ég prófaði hann Já, aðeins, sko, ekki ég nógu tíma. var að fíla mig betur á Porschenu. Keyrt hann meira svo sem líka, en líka bara batteri, það er svona, þú veist, það þarf ekki að spá í því. Nei, okkar. Getur maður bara keyrt. Og líka bensinið, það er maður fyrir... Það er svo auðvelt að taka eitt stopp á Porschenu, sko. Já. Já, ég hef nú reyndar ekki prófað að taka svoleiðis stint á Toyotunni, en... Nei, ekki eða ekki, sko. Já. En það var árætt að sjá þetta í 2 tíma keppninu á morgun. Það er fleiri möguleikar. Já, svo vonandi fáum við bara líka rigningu. Já. Það er bara... Það er ekki bara Takk fyrir mig bara og flottir í takk fyrir kvöld. tímabilið bara. Já, takk fyrir þess. Sjáum við á næsta eftir áramót. Já. Þess. Takk og bye bye. Takk fyrir.